Kæri hlustandi, þú ert að hlusta á leitina að peningunum. Ég heiti Gunnar Dóri Ólafsson og sem fyrir umsjónarmaður þáttarins. Þátturinn unnin í samstarfi umboðsmanns skuldara og félagsmálaráðuneytisins. Gestur þáttarins Ragna Benedikta Garðarsdóttir. Ragna doktor og dósent í félagssálfræði við Sálfræðideild Háskóla Íslands. Velkomin Ragna og takk fyrir komuna. Já, takk fyrir að bjóða mér. Félagssálfræði fjallar meðal annars hvernig samfélög og umhverfisþættir hafa áhrif á hugsun, hegðun og líðan fólks. Sérþekking Rögnu snýr að eðli og afleiðingum neyslusamfélaga og rannsóknir hennar tengjast sjálfsmynd, lífsgildum og hamingju. Ragnar, þú ert kannski sjónvarpsáhorfendum og þeim sem svona, velta þessum hlutum fyrir sér ekki algjörlega ókunn. Þú áttir innkomu í þætti sem Unnsteinn Manuel var með hérna fyrir nokkrum árum, þar sem þessi áhugaverðu orð voru fjalluð, sátt manneskja kaupir sér ekki neitt. Já, það er svolítið skemmtilegt hvað þessi setning fór á flug. Ég hef heyrt fleiri en þið vísa í þetta. Já. En það sem er verið að tala þarna er að í auglýsingum og ýmissi markaðsmennsku er verið að reyna að fylla upp í eitthvað gat hjá okkur. Og það er vísvitandi gert og með því að nýta sér til dæmis tölvutækni og svona að gera fólk fullkomnara í útliti, í auglýsingum og svona, þá er verið að gera okkur í rauninni ósáttari við okkur vegna þess að rannsóknir sýna það að þeim óhamingjusamari sem þú þeim líklegri ertu til þess að falla fyrir svona auglýsingatreksum og ef að þið vantar ekkert og þú finnur svona að þú ert í sátt við Guð og menn, skilurðu, þá þarft ekki að bæta þér það upp á nokkurn hátt. Og þetta er í sjálfu sér, þetta er ekki bilaðslega djúp vísindi. Þetta er eitthvað sem við erum búin að vita, það er talað þetta í Biblíunni, það er talað þetta ýmsum trúarritum að maður á ekki að fylla upp í eitthvað andlegt gat með einhverju efnislegu gati, skilurðu. Þannig að þetta í rauninni segir okkur að akkurat þessi distinction, þessi tvískipting andlega við efnislega, þetta er umræðin það er búin að fylgja okkur allan þennan tíma. Já, þannig að þetta er ekkert nýtt. Þetta er alls ekkert nýtt, en það sem við getum gert núna í sálfræðinni er allan að sýna fram á þetta með gögnum, ekki bara með röksendafærslu, við getum sýnt fram á þetta svart og hvítu, þetta er bara rétt og það ætla að fylla upp í eitthvað svona gat í sjálfsmyndinni með hlutum, það er mjög skammgóður vermir vegna þess að það eiginlega réttlast af okkur mjög fljótlega. Það hættir að vera gaman leið, þegar maður kaupir sér eitthvað nýtt. Já, það er vegna þess að það er önnur taugaboðefni í rauninni sem að verða til við það eignast einhvern nýjan fallegan hlut, heldur en þau taugaboðefni sem að heilin í rauninni að biðja að gefa þér. Það er þetta er svona munurinn á ánægju og hamingju. Ánægja eða gleði, það er svona tímabundin tilfinning. Já, það er skammvinn tilfinning. Já, skammvinn og tímabundin tilfinning og hún getur fyllt hlutum og ég er ekkert ónæm fyrir þessu, mér finnst alveg líka gaman að fá gjafir og svona, skilurðu, ég er líka hluti homo sapiens, en það sem að ég hef náttúrulega lært á þessum árum líka að þetta líður hjá, þetta gengur svo rosalega hratt yfir og hamingjuhormónið, þar sem við ættum að vera að leita okkur að serotonin, það verður ekki til á þennan hátt Og það er kannski erfiðar að ná í það? Það er ekki erfiðara. Nei, ok. En það og það þarf ekki einu svona að kosta mikið. Nei. Þetta er svolítið áhugavert í samhengi þessa svona mandat sem þessi þáttur hefur. Það er að fjalla fjárlæsi og fjármálalæsi og svona gera okkur betri í því að fást við peninga og sem er þekking sem að virðist allavega þegar maður svona gegnumgangandi ekkert sérstaklega útbreitt. Fólk hefur ekki mikinn áhuga á þessu upp til hópa og við fáum litla svona kannski formulega menntun í því hvernig við eigum að fást við peninga dagsdaglega. Já. En þetta er svo snar þáttur í þessu, ekki bara tilfinningarlega hliðin, heldur líka er alltaf verið að bombardera okkur með því að kaupa okkur eitthvað og þannig hafa af okkur peninga og minnu þess að það eiga ekki nóga peningum lætur okkur líða mjög illa líka. Það hefur verið mín skoðun lengi að í staðinn fyrir að kenna
krökkum fjármálalæsi með því að kenna þeim munin á vöxtum og vaxtavöxtum og því öllu, þá að kenna þeim auglýsingalæsi og markaðslæsi frekar. Að kenna þeim að vera læs á þau brögð og þau brellu sem hefur verið að beita til þess að reyna að fá þau til þess að skilja við peningum sína. Mér finnst það bara miklu mikilvægari hluti vegna þess að hitt allt einhver þekking sem að getur komið seinna, sem þau geta googlað, ekki endilega eitthvað sem að það tekur svolítið tíma að innræta fólki ákveðin lífsskildi og bara viðhorf til þess hvernig á til dæmis að tjá sig það hvaða manna hefur að geyma. Það alltaf verið að segja okkur að við getum keypt okkur einhverja sjálfsmynd og þótt að við kannski trúum því ekkit svona bara með að sjá einhverja einu auglýsingu, þá smátt og smátt eru skilaboðin, þau svona dropinn holar steinin, skilur. Ákveðnar típur klæða sig á ákveðin hátt, hæða sér á ákveðin hátt, eru á ákveðnum stöðum. Já, ég meina, hvernig veistu hverju pönkari? Hann með svona bleika brodda. Hanakam segja, já. Þetta allt vísvitandi gert til þess að skera sig úr sem svona þjóðfélagshópa. Og það, hvernig félagssálfræði, sálfræði hópa, hefur áhrif á hvað við kaupum og hvaða hluti okkur langar í, það eitthvað til dæmis sem ekkert verið að tala í svona fjármálalæsisprógrammum. Það bara verið að tala bankahliðina. Svona hard fact sem við leyfum okkur að sletta því frekar en mjúku vísindin. Hvernig, ef þú ættir að velja svona kannski topp atriðið í þessu auglýsingalæsi og svoleiðis, hvað þetta? Þetta, það eitthvað þú veist, amatörnir og ég sem hefur hlustað á einhverja svona pop sálfræðibækur veit, til dæmis það hlutum er stilt upp sem bara þú getur bara keypt þetta í dag. Það alveg svona klassískt, það bara, nei, þetta verður líka til á morgun og það mun kosta það sama. Það svona kannski það svona augljósasta dæmi sem hann dettur í hug ekki einu sinni kosta það sama en það verður kannski til aftur eftir 3 mánuði og þá á þreföldum prís vegna þess að það varstu búin að búa til skort einhvern tímann og þetta frækt með Furby-dúkuna svokallaða. Manst þetta Furby? Ég verð að játa, ég man ekki eftir Furby. Nei, ok, kannski akkurat ekki réttir kynslóð. En Furby-dúkan það var búin til svona brjálæðislega eftirspurn og framleitt minna eða sem sagt færri eintök sett út í verslanirnar fyrir jól heldur en við vissi að myndi seljast og með því að setja færri eintök í búðurnar þá skapar ákveðin skort og eftirspurn og börnin verða náttúrulega alveg brjálæð ég vil fá Furby í jólagjöf og pappa og mamma hlaup út í búð og það uppselt þau lofa krakkanum að leið á Furby komi aftur að muni gefa þeim Furby en þau fá síðan einhvern annan pakka líka þannig að það var þetta komið tvöfalt og það búið að nota þetta stundu kalla svona Furby útgáfan en líka bara lögmálið skort það búið að margsýna fram á þetta svínmerkara fólk. Þetta sniðugt. Katrín Mikla keisara eina í Rússlandi hún stóð frammi fyrir því að reyna að brauðfæða eða gefa fólkinu sína að borða það mikið hungursneið. Hefur heyrt þessu sögu? Ég held það en hugsanlega sem með Prúsakeisara. Gæti það verið? Er það önnur saga? Katrín Mikla sem að hún var búin að heyra þessari fæðu sem að var ekki mjög útbreidd í Rússlandi sem var kartöflur. Ok, þannig að sagan hefur eitthvað breyst. Nei, ég held að þetta örugglega margar mismunandi sögur og af saman hlutum, en já. Þannig að til þess að fólki fannst þetta ekkert voðalega spennandi, eitthvað blótsull sem að óks í jörðinni. Þannig að það sem hún gerði var að hún prófaði það ráð að smíða vegg í kring og lokaði þetta inni og gerði þetta þar að leiðandi að einhverju þetta var eitthvað sem konungar og aðallinn mátti. Akkurat. Og leið þá ertu búin að búa til eftirspurn eftir einhverju fágætri, sjaldgæfri vöru. Og þannig þetta á þessu. En hún hefur verið svona frum félagssálfræðingur. Fyrsti félagssálfræðingurinn á mínum að það var Aristóteles. Hann talaði akkurat þetta sem að félagssálfræðin alltaf fjallum og þú sagði frá í innganginum að manneskjan sé einhvers konar afsprengi umhverfisins og þess hvað persónan hefur að geyma. Og þessi formúla hefur verið sett fram þannig að hegðun sé fall af persónu og umhverfi og við bregðumst öðruvísi við í einu umhverfi heldur en í öðru og í verslana umhverfinu þá auðvitað búið að stilla hlutunum upp á þann hátt að þú eigið þessi mesta peningum
auðvitað enda það hagsmunir verslanaeigenda og þá velti maður fyrir sér sko, ok, eigum við þá endilega að kenna alltaf einstaklingnum að hann sé bara ekki nógu góður í að sjá í gegnum all triksin eins og við eigum það til að gera í einstaklingshyggju þjóðfélögum eins og því sem við erum í. Það er alltaf einstaklingurinn sem er búin að klúðra loftslaginu. Það er alltaf einstaklingurinn sem kann ekki að peninga. Það er alltaf einstaklingurinn sem þarf að bera alla ábyrgð. En umhverfið sem viðkomandi er í, það fær ofta að sleppa bara með skellinu. Og þetta er ekkit svona í þeim samfélögum sem eru kölluð svona kollektivistik samfélög eða hóphyggju samfélög. En við erum einstaklingshyggju samfélag og þess vegna höfum við verið að leggja þess áherslu á að einstaklingurinn, hann þurfi bara að passa að láta ekki gabba sig. Og þú talar einmitt áðan sko innrætingu, að það sko að að við þurfum að læra á þetta og það, því ég las grein eða viðtal við þig þar sem að þú það sem þú vísar í kerfin 2 sem er fjallað í Thinking Fast and Slow eftir Kahneman sem er mjög áhugaverð og skemmtileg bók aftur svona pop-sálfræði fyrir non-sálfræðinga eins og mig og gaman að geta kynnt sér svona hluti þar og ég mæli með þeirri bók fyrir fólk sem hefur áhuga á þessum hlutum að það eru þessi 2 kerfi kynnt, kerfi 1 og 2 kerfi 1 er svona frumstæðakerfi sem að þú veist ég er svangur, ég er þreyttur ég þarf að taka ákvarðanir hratt og meðan kerfi 2 er svona kerfi sem að við höfum þróað með okkur til að taka djúpar og yfirvegaðar ákvarðanir. Kerfi 1 er meira svona eins og þegar tölvan er á standby og kerfi 2 er svona þegar hún virkilega þarf að vinna í einhverju hlutum. Sko, þessi bók Kahnemans er skrifið fyrir almenning algjörlega, en hann er ekki popsálfræðingur í neinum skilningi. Nei, alls ekki. Hann er Nóbelsverðlaun í hagfræði. Já, en málið er þetta. Hann fékk Nóbelsverðlaun í hagfræði vegna þess að það er ekki veitt Nóbelsverðlaun í sálfræði. En Daniel Kahneman og Amos Tversky sem hann vann lengi og mikið með, þeir voru félagssálfræðingar. Og það fag sem í dag er kallað atferlis hagfræði, behavioral economics, þetta er félagssálfræði. Og það er kannski pínu löngs að segja af hverju hagfræðingar tóku þetta upp á sinn arm. En sko í hagfræðinni hefur lengi verið svona ríkjandi hugmynd hvernig maðurinn hugsar. Að við séum rökrétt skynsum og við tökum ákvarðanir að vel ígrundu íhuguðu máli, að við förum í gegnum ítarlega upplýsingarleit og finnum rök og mótrök áður en að við síðan tökum ákvarðan. Og sálfræðingar hugsaðu svona líka á sín tíma og það var, það er í öllum fræðigreinum er alltaf svona tísku skýringar. Það fer eftir tíðaranda, fer eftir bara hugmyndafræði hvers tíma, hvernig mannleg hegðun og hugsun er skýrð, útskýrð. Nema hvað sálfræðingar, þegar þeir útskýrðu mannlega hugsun og hegðun sem sagt, út frá þessum homo economicus líkunum, alveg eins og hagfræðingar gera lengi, þá fljótt komist þér að því að þetta væri svo mikil þversögn við svo margt sem að sálfræðingar voru að rannsaka. Af hverju til dæmis uppilöfum við fóbíur, okkur erum við ofurhrædd við pínulitlar íslenska kongulær segjum, á meðan við vitum, við erum ekki rökrétt ef við erum óttast eitthvað sem er ekkert að fara að drepa okkur. Þannig að við sálfræðingar stöldru ekkert lengi við þetta skýringalíkan af manninum. Og svona 70s rannsóknir þær voru komnar alveg á öndverðarskoðun. Þá byrjaði þetta tímabil sem hefur verið kallað naive scientist tímabil, hitt var naive scientist tímabilið og þarna erum við komin í cognitive miser tímabilið sem þýðir sparsami hugsuðurinn. Miser er einhver sem er svona alltaf nýskur. Þannig að cognitive miser myndi þá vera sá sem er alltaf að reyna að spara sér orku í að hugsa. Tekur bara ákvarðanir byggt á mjög litlum upplýsingum. Fyrir alltaf auðveldustu leiðina. Og þetta var heilengi rannsakað og margar greinar sem að koma út þetta og meðal annars rannsóknir Kahnemans og Tversky sem að falla undir þennan hatt. En til að gera þetta enda flóknara. Alltaf skal vera en. Það kom í ljós að það var heldur ekki rétt
vegna þess að við erum ekki alltaf að spara okkur hugsun, stundum virkilega pæli við í rökum og mótrökum og þá byrjar þetta tímabil sem heitir The Motivated Tactician, að við sem mótiveruð og erum svolítið taktísk í því hvenar ætlum við að nota virkilega mikla orku í að pæla og hvenar tekur því ekki að vera eða of mikill orku í að taka ákvörðun og við erum ennþá svolítið á þessu tímabili Motivated Tactician tímabili og það þessi hugmynd sem að Kahneman síðan fjallar í Thinking Fast and Slow og það er system 1 og system 2 að stundum erum við nísk á hugsun og stundum ekki vandamáli samt við þetta að oft þegar við erum að taka ákvörðun byggt á system 1 sem sagt þessu hraðarsystemi þá áttum við okkur ekki á því að við erum að falla í alls konar gildrur við höldum að við sem hefur verið geðklár og alveg búin að pæla í þessu og við höfum alveg skýran og fastan vilja, vitum hvað við viljum en við áttum okkur ekki á því að kannski búið að búið að forrita okkur búið að forrita okkur og búið að tryggja okkur inn á að kaupa þennan hlut en ekki hinn sko. Og það er einmitt að þið segja sko að system 2 eða kerfi 2 það er lágt, það vill helst ekkert fara í gang nema það þurfi þess það er svona kannski hluti af þessu líka sko nú þegar notar heilin á okkur brjálæðislega mikla orku og ef að við ætlum að fara í gegnum svona system 2 hugsun bara við að ákveða hvað að kaupa í matinn eða hvað fötu þetta maður bara hjá svo framvegis við gætum það ekki við verðum að spara orku sko á tímabili var það svolítið svona í tísku að segja að það að við séum svona gjörn á að spara okkur hugsun þýði að við séum bara almennt rosalega vitlaus dýrategund og það var að kalla stupidism eða stupid school of psychology og margir sem skrifið þetta að mannskjarnan væri bara ekki þess verið að pæla svona mikið inni aðrir hafa bendi nei, hey, come on þetta er bara 1000 ára í þróun og heilin er akkurat svo klár að hann veit hvernig hann á virkilega að pæla yngur og hvernig ekki og þarna skulum við líka aðeins staldra við sko með fjármála vitið ef að við ætlum alltaf að ætlast til þess að allir neytendur færu í gegnum fjármálanámskeið sem tók einhvern tímann í menntaskóla þegar þeir eru að reyna að taka ákvörðun hvað þeir eru að kaupa þá værum við að fara fram á mannlega hugsun sem er ekki í boði bara ógerningur það er ógerningur og þá getur maður aðeins að horta í hvernig umhverfi er viðkomandi að taka sína ákvörðun er hægt að hafa einhver áhrif á umhverfi frekar heldur en að vera alltaf að segja einstaklingum að vera bara skynsamari umhverfi verandi til dæmis að þú ferð í búðina klukkan 5:30 búin á því eftir vinnudag með öskrandi barn með þér þá er rosalega erfitt að taka mjög yfirvegað ákvörðun þú vilt bara klára það næstu því útilokað og í slíkum kringumstæðum þá stjórnast okkar hegðun meira eða minna af vana og það eru margir sem vanmeta það hvað vani er ofboðslega sterkur mótvættur ég kaup alltaf sömu hlutina það er gumulsáin ég var alveg fyrir það var alltaf til 5 gúrkur í skatn út að mamma myndi aldrei hvort það var til gúrka en við þetta fólk vil ég segja prófaði að fara öfugan hring í búðinni eða bara í sko aðra búð nei, það er alltaf flókið þá sko það rústar manni já, það er virkilega sko, þú veist, þegar þú fer á milli verslana jafnvel út þessi sama kefja, maturverslani það er bara hver er ég en ef þú ferð í sömu búðina sem þú þekkir en ferðu öfugan hring þá ertu jafnvel líklegri til þess að taka skynsamlegri ákvarðanir hvað þetta er áhugavert er það vegna þess að þú ert og þetta það er vegna þess að þetta er búðinu uppi það er líka komið inn á þetta sko í aftur, Thinking Fast and Slow þó svo að það sé ekki topic þess að þáttar þá hafði ég bara rosalega gaman á henni þegar ég las hana var það ekki henni það sem að koma fram að sko ef einhver svona rökfræði vandamál eru sett skrifuð illa ef blekið í pennunum er næstu í búið þá færðu betri svör af því þá þarftu að einbeita þér já, þá ertu að kveikja á öðrum heilabylgjum þú ert að segjum þegar þú ert með bílpróf langflestir eru konum með bílpróf þegar þú ert að keyra þá ertu ekkert meðvitaður það bara hægri hönd snúa hér, vinstri fótur stíga á þetta er automatist, þetta gerst algjörlega automatist
Og það sem í gangi þarna eru ákveðna tegundir heilabylgjum sem að leyfa þér að vera á eins og ég kalla standby, þú ert aðeins að spara orku. Já. Sérstaklega á meðan þú ert að keyra einhverja leið sem að þú fer á oft. Já. Leið og eitthvað óvenjulegt mætir í umhverfiðinu, eins og til dæmis það sé að koma rautt ljós, maður gangandi eitthvað svo leiðs, þá heilin svo klár, hann enga stund að skipta. Það virkjast. Já. Og þá eru aðrar heilabylgjur sem að fara í gang og það sem gerist að sjáaldur augnanna dregst aðeins saman. Það þannig sem við vitum að heilin skiptum gír. Okay. Það að mæla þetta með sjáaldursstærðarmælingum. Og það ferði úr svona alfa-móti við beta-mót og þá ertu að virkja system 2 aðeins betur og þá þarftu að fara að reyna að taka ákvarðanir og gefa skilaboð það hvað þú átt að fara að gera. Það ég bara persónulega tengi rosalega við þetta vegna þess að ég keyrði norður á Akureyri fyrir nokkrum vikum við aðstæður sem að hefði kannski ekki verið, maður hefði betur ekki farið út og keyrt í því við skiljuðum og ég var búinn á því í 2 daga eftir það. Ég gat ekkert gert. Þannig að það vegna þess að hausinn hefur bara verið á fullu allan tíman að meta aðstæður. Já. Þannig að ég get ef ég heimfæri þetta á það að ég að fara að taka rökréttar ákvarðanir í búðinni alveg sagt að þetta þú veist, maður væri uppgefin eftir að taka svona ákvörðunartöku dag. Og svo við, ég meina bara það ef þú ætlaði til dæmis að fara systematist í gegnum allt sem til í búðinni, tökum einhver svona risaverslun eins og Costco, það er brjálaslega mikið vöruúrval, ef þú ætlar að bera saman hver einustu vöru þarna við alla hinnar, þá ertu fljótur að vera komin upp í óendanlega fjölda möguleika. Og ef að við værum í homo economicus alla okkar ævi þá við bara getum þetta ekki. Þannig að við förum eftir alls konar svona þumalfingusreglum þegar við tökum ákvarðanir. Bæði eitthvað sem við erum vön að kaupa, við kaupum það út af því að við vitum okkur finnst það gott og það er svona skjótlega fljótt frágengið. Síðan ýmislegt annað eins og umbúðir og þetta vita hönnuðir sem að vinna við umbúðahönnun. Gult ódýrt. Já, gult ódýrt. Þetta skiptir rosalega miklu máli, nákvæmlega hvernig hlutin líti út. Og síðan búðin sjálf, hún veit það að við erum líklega til þess að kaupa það sem í svona cirka bóti augnhæð meðal mannsins og við erum ólíklegri til þess að horfa á það sem er fyrir neðan eða í efstu hillu. Og þess að setja þeir yfirleitt í miðjuhillina eða svona sjónlínuhillina þann varning sem skilar þeim mestum hagnaði. Mestu framleiðina. Já. Og þannig er búðin uppsett með það í huga að reyna að fá okkur til þess að kaupa sem mest. Og margir myndi segja, þetta er ógeðslegt svindl. Nei, búðin vinnur við að afla sér tekna. Þetta er þeirra business. En leið og við vitum svona fleira og fleira af þessum triksum, þá kannski erum við tilboðin eru við tennir á okkur. Já, tilboðin eru á leiðinu okkar inn í mjólkurkælin, hefur þetta ekki því? Nei. Matvöruverslanir, þær eru uppsettar, þær eru ekki bara randomli uppsettar. Nei. Þær eru settar upp á þann hátt að fyrsta sem að mætir þeir þegar þú gengur inn er eitthvað sem er mjög frískandi og svona tengir þið við náttúruna. Brauð og ávextir. Yfirleitt ávextir, fjall af appelsínum. Prófaði núna, farið smá hugartilraun og snúði þessu við í hugan. Loka hérna í augunum. Það fyrsta sem mætir þegar þú gengur inn í matvöruverslunina er kattamatur og álpappír. Ok, er ég komin inn í dýrabúð? Kattasandur. Fjallakatasandi. Akkurat. Ok, verður geðveikt svangur að labba inn í búðina? Ekkert sérstaklega. Ok. Þess vegna eru appelsínunar og fersmetið sett fremst. Allt sem er svona ferskt, það eykur matarlistina. Í mörgum búðum er bakarið líka haft fremst. Af hverju? Góð lykt af því. Akkurat, þannig að þú finnur lykt af kanelsnúð eða hvítlausbrauði, það eykur matarlistina. Og það gerir það algjörlega án þess að við tökum eftir því vegna þess að það tala beint við gamla heilan í okkur og rökhugsun kemur þar hvergi við sögum. Nú ef þú ferð síðan eins og leiðin liggur í gegnum flesta matvöruverslanir sem er settar upp á hana sama hátt, þá áttu eftir að ganga fram hjá öllum kælunum, út af flestir fara í búðir til þess að kaupa sér kaldan varning, einhvers konar kælivöru,
og alveg innst inn í búðinni, þar alltaf mjólkuvörurnar. Þú tekið eftir þessu? Já, þannig að þú þarft að fara alla búðina. Þú þarft að labba alla leið. Flestir eiga erindi inn í mjólkukæli. Já. Og þess vegna hann hafður aftast til þess að láta þér labba framhjá eins mörgum tilboðskörfum á leiðinni, eins og þetta er. Það er reyndar líka önnur praktísk ástæða fyrir því að hann aftast kellerinn, það vegna þess að það er auðveldara aðgengi fyrir trukkana að koma inn með þungan mat. En síðan alveg í lokin á verslunni, þá gengur framhjá óskynsama stöffinni, eins og nammi landi og svona. Já. Prófaði nú að fara öfugan hring, byrja á nammilandinu og ef að þú byrjar að labba fram hjá því og þú ert þreyttur og pirraður, þá viltu frekar drífa þig, þú ert ekki líklegur til að falla fyrir tilboðinu sem þar eru út af því að þú átt eftir að klára allt erindið þetta. Þannig að þú gunnar fram hjá þau og kemur aldrei þangað aftur. Akkurat. Þetta er eitt af tryggsónum sem er hægt að nota. Og það sem að fólk líka gerir, sérstaklega ef það er með lista að fyrir til búð, það teikar svolítið svona, strikar yfir það sem varst með á listanum og klárar það. Endar síðan í nammilandinu, í útlendum endar kannski í vínrekkanum og verðlaunar þig fyrir velheimustörf. Ógeðslega þreyttur og pirraður búin að vera út í búðinni þar sem er eitt mesta áreiti sem að mannskepnan mætir. Og verðlauna þig virkilega með öllum þessum impuls, þessum hvata kaupum sem eru oftast í búðinni. Þetta er alveg svona ég fæ gæsa og þetta er svo áhugavert að heyra. Þetta er allt útpælt. En málið er að við, síðan kemur spurningi hversu mikið ef að berjast eitthvað á móti þessu, svona er þetta. Það er umhverfisins vegna er gott að vita því að maður á ekki að vera að kaupa sem meir en það sem maður vantar. Fyrir utan að maður spara peninga á því. Já, þessu umhverfi og loftslag og plánund. Já, og það eru margir, þegar ég tala umhverfismál og sálfræði sem andra, það var fólk stundur svolítið lesa, en ég held að fólk er svona að byrja að skilja þetta betur og betur, hvernig þetta tengist. Loftslagsmálin og umhverfismálin, þetta er hegðunarvandamál og sálfræðingar er náttúrulega sérfræðingar hegðunarvandamálum, þannig tengist það nú. Þannig hvernig getum við breytt hegðun og hvernig getum við fengi fólk til þess að hefða sér öðruvísi. Hringdu í mig ef þú finnur svarið, það væri gott að vita. Það eru mjög margir búin að finna góð svör við þessu, en það staldrar á pólitíkinni, ekki þess að. Það er implementera, komið framkvæmt. Já, þurfum hugrakkara stjórnmálafólk. Já, en hvað getum við gert, við sem þurfum að rölda í gegnum stórmarkaði, hvað getum við gert til að annað en að fara hinringi, er það bara lausnin, eða til að vera meðvituð til að vera betri neytendur. Já, það er búið að reyna að finna eitthvað eitt rétt svar við þessu, en hér aftur verði að minna á þessa formúlu að maðurinn er einhvers konar fall, eða hegðun er fall af manninum og umhverfi hans. Þannig að það sem að virkar fyrir einna er ekkert víst að virka endilega fyrir annan. Nei, en það er kannski fyrsta skrefið að vita af þessu. Fyrsta skrefið er að vita af þessu, en við vitum það líka, sálfræðingar, að það líkan sem að lengi vel var notað til þess að reyna að breyta hegðun fólks sem að hér the information deficit theory eða hugmyndun það að okkur skorti bara upplýsingar. Hún er engan veginn nægileg. Til þess að breyta hegðun okkar þá þurfum við ekki bara að vita að hegðunin sé vandamál, heldur þar svo margt annað að koma til líka. Annars myndi enginn reykja. Nei, við vitum alveg það. Það er ekki eins og reykingafólk sé bara alveg út á túnni, við veit ekki að þetta sé slæmt. Það er svo rosalega margt annað sem hefur áhrif á hegðun okkar, heldur bara vitneskjan einu sér. Og síðan líka stundu þarf ekki einu sinni vitneskjan að koma til. Það er hægt að hafa heilmikil áhrif á hegðun fólks á þess að það hafi hugmyndum að vera með því. Til dæmis þú ert líklegri til þess að velja það sem er efst á matseðlinum, heldur en það sem er í 5. eða 7. sæti eða einhvers þar í miðjunni. Og þetta bara vegna þess að maður er forritaður til að... Það heitir primacy effect, já. Það er margar leiðir til þess að hafa áhrif á þig án þess að hafa hugmyndum af hverju þið verið að hafa áhrif á þig. Það er rosalega óþægileg tilfinning. Já, það er það, ég skil það. En það er svona, út af því að þú varst nú að lesa Kahneman, ertu búin að lesa bókina Nudge eftir Sam Steven Tyler? Nei, en ég hef lesið Misbehaving eftir Tyler,
sem kemur seinna. Okay. Það í rauninni félagssálfræði í hnotskurn og þar fjallað þessar leiðir sem hægt að nota til þess að hafa áhrif á hegðun okkar til góðs. Og hér kemur þessi fína lína sem liggur á milli forræðishyggju og svona hnipping, ég kalla nudging á íslensku hnippingar, og svona aðeins að hnippi í einhvern, svona pst, það væri betra að taka tröppurnar en ekki lyftuna hlutir. Þannig að ef þú myndir spyrja fólkið sjálft, myndirðu vilja að ég hjálpaði þér að taka þessu ákvörðun? Og það myndi líklega að segja já. Og það það sem þetta nudging fjallar að reyna svona íta fólki í átt að kannski salatbarnum í staðin fyrir nammibarnum og það flestir myndi vera sammála því að vildi láta leiða sig í þá átt. Og það hann kemur inn á það ég man ekki hvort það einmitt í misbehaving eða sko Kahneman, þetta paternal liberalism. Já, liberal paternalism. Svona föðurlegt frjálslyndi ef við getum eða hvernig ef ég geri heiðarlega tilraun til að... Já, þetta svona góðlátlega forræðishyggja kannski, einhvers konar, en forræðishyggja hefur á sér rosalega slæmt orðspor, en ég held að fara eftir bara í hvaða samhengi hún Forræðishyggjan að láta fólk spara fyrir ellinni. Það til dæmis það ekkert ólíklegt að það sé forræðishyggja sem fólk bara frekar til í. Fólk líka alveg til í að það sé verið að banna sígarettur fyrir fólk yngra en 18 ára eða banna samkomur í COVID. Það náttúrulega það rosalega mikil forræðishyggja. Ég held nefnilega að fólk sé til í fleiri reglur til þess að hjálpa því að hafa sér rétt. Auðvitað er einhvers konar róf þarna, ef ég ekki tala mannlegt róf sem er meira til í að það minna, en einhverja rannsóknir benda til þess til dæmis að Íslendingar vilja stjórnvöld stígi fastar niður fæti í loftslagsmálum og hætti alltaf að kenna einstaklingum, segja einstaklingum að breyta sér, heldur gerir meira af því sem að stjórnvöld geta breytt. Sama á við flugvéldamálin. Fólk tilbúið til þess að samþykkja miklu harðari reglugerðir gegn flugvéldanotkun. Heldur en gert er. Þannig að það eitthvað mísræmi þarna milli hefðunar og aðgerða. Okkur heldur það sé? Segðu mér. Vegna þess að það eru aðrir hagsmunir í húfi. Fólk að kaupa flugvelda vegna þess að við Íslendingar, við elskum hjálparsveitirnar okkar og það eru brjálæðislega mikilvægar og við viljum styðja þær. En það svona að byrja að renna okkur 2 grími núna með þetta, hvort það sé þess virði að kveikja í þessu öllu saman, sjá ekki síðan yfir í næsta hús einsni, ef þú veist, við erum að kveikja flugvelda sem við sjáum ekki einsni. Það er svo við gerðum það núna fyrir mánuði. Reykur, akkurat. Þannig að fólk vil bara fá smá hjálp við að losna út af þessum vítahring að vera að styrkja starfsemi sem alltaf ekki væntum á þennan umhverfismengandi hátt. Mér langar að nýta tækifærið og staldra aðeins við og minna á að þessi þáttur, leitin að peningunum, er framleiddur af umboðsmanni skuldara. Hlutverk umboðsmanns skuldara er að bjóða upp á ókeypis og hlutlausa aðstoð til einstaklinga sem eiga í fjárhagserfiðleikum. Ef þú, hlustandi góður, ert í fjárhagsvanda, þá stendur þér til boða ókeypis aðstoð við að ná yfirsýn yfir fjármálin og leita lausna ef þörfir á. Þannig ég hveti til að hafa samband við umboðsmann skuldara ef þú eitthvað að þessu á við þig. En aðeins aftur inn að þessu, fjármál og fjárhagsvanda og slíku. Þetta svona spurðu sálfræðingin hérna, af hverju heldur þú að peningamál séu svona mikið tabu eins og þeir? Við sáum það þegar þátturinn út fyrir nokkru vikum með Sævari Helga, þar sem hann opnaði sig hluti sem hann hefði gert til þess að ná tökum á sínum fjármálum og það svona, það vakti hörð viðbrögð. Kannski einhverju leyti út af því framsetninguna á því hvernig það var, ef fólk hafði ekki hlustað til þess á viðtalið í heild sinni og svoleiðis. En þetta er svona eitt af því sem við lögðum upp með þegar við fórum á stað með þetta, það að opna umræðan peninga, því við tölum opinskátt og blessunarlega ótrúlega margt í nútíma samfélagi. Ef þú ferð aftur til á áttuna þegar foreldrar mínir er að alast upp, það bara
sko umræðan orðin svo miklu betri allavega hvað var það svona bara vanlíðan og slíkt og það sem þá var bara álítið vera frávik og einhver jaðarhegðun. En peningar eru ennþá bara það eitthvað sem þú talar ekki Eru þeir pottþétt ennþá jafn mikið tabú eins og Ég von ekki, en ég held að þið séu það. Sko, einmitt að því þú nefnir umboðsmann skuldara, þá var ég í pínu samstarfi við þau nú fyrir, hvað var það, 15 árin síðan, 2006, þá gerði ég rannsókn einmitt á skuldum og einstaklinga og þetta var náttúrulega svolítið sérstakir tímar þá. Þetta var sargandi góðæri. Já, það var einmitt byllandi góðæri hérna og eitt af því sem að ég þreytist ekki að benda á að góðærið var vandamálið en ekki hrunið, heldur allt sem að byggðist upp að hruninu, það var dálítið vandamál fyrir íslenska þjóðina. Þú sáir fræjum sko fallsins í uppsveiflunni. Og það fóði til jarðveginn fyrir. Það býr til samfélag sem að var ekkert að mörguleiti sérstaklega gott. En svo ég kom mér aftur að þræðinum sem ég áða til að týna. 2006 ég semst að gera hérna rannsókn á skuldum fólks og ég vildi tengja það við efnishyggju sem var aðal rannsóknarefni mitt á þessum tíma, ég er nýkomin úr doktorsnámi og hérna hefði ég fengið rannýstyrk til að gera rannsókn á skuldum og hvernig það tengdist efnishyggju. Og til að gera langa sögu stutta, það var mjög merkilegt að niðurstöðurnar sýndu að það var sterkari forspá að vita hvort fólk var efnishyggið eða materialist heldur hvað það var með tekjur það hver upphæð skulda var. Ef þú hugsaðir þetta, byrja aftur á bak sko, þeim mun hærri tekjur sem þú vart með, þeim mun meira ættir að geta skuldað vegna þess að hérna þá getur borgað tilbaka. En þarna voru tekjur í rauninni ekki góð forspá það hversu háar skuldir þú varst með heldur gildismatið þitt hvort að þér fannst það mikilvægt í lífinu að eiga peninga þetta akkurat það sem var að gerast í bönkunum á þessum tíma var að það var ekki verið að taka tillit til þess hvort að fólk átti innistæði fyrir það var svo ofurtrú á að það var allt í lagi að skulda sko. Alveg stórmerkilegt. Já, það mjög áhugavert og að því þú kemur inn á þetta sko, þessi efnishyggja það í það bók sem við höfum tekið fyrir þessu þáttum Millionaire Next Door sem bara áhugaverð og þar kemur inn á þetta sko, að þú sérð ekki fólk sem raunverulega á peninga, fólk sem fjárhagslega sjálfstætt, sem eitthvað sem að ég trúi allavega sem ég jákvæmt að fólk sé að fólk sé laust undan fjárhagsáhyggjum, fólk geti ákveðið sjálft hvort það vilji vinna aukavaktina eða bara sleppa því þetta er jákvæmt algjörlega óháð hvað þú gerir við þessa peninga algjörlega. En þú sást það ekki utan á fólki þeir sem berst mest á þeir sem voru alltaf að kaupa nýjustu bílana þeir áttu enga peninga, þeir sem voru með dýrustu húsgögnin og þú, þegar ég var þegar ég var að rannsaka þig þá kemur fyrir þetta viðtal þá rakst ég á hugtakið stöðu kvíði status anxiety status anxiety, já þetta er hugtal sem ég fekk lána hjá Alain de Botton en hann skrifaði bók þetta status anxiety en þarna er gamalt hugtak í rauninni líka sem að heitir conspicuous consumption, þetta er hugtak frá Veblen sem hefur verið þýtt sem sýndar neysla og það er þessi neysla sem þú ert að kaupa hluti til þess að sýna hver þinn status kannski til þess að kaupa þér status alveg eins og ef ég ætlaði núna að segjast vera pöngari þá myndi ég setja á mig ákveðna hárgrísla ákveðna föt og svona þannig að ef þú ætlar að sýnast vera ríkur þá er það bling bling og allt það og þetta er einhvern tímann var þetta bara kallað að vera nýríkur og svo nýlega orðið ríkur og verið að sína það utan að þér og meðan Old Money var allt öðruvísi og sér ekki Elisabethu Bretadrottningu einhverju rosa blingi bara með svona diamantkorunu það er kannski helst það korana reyndar erðagripur en þú skilur hvað ég veit það er svona munur á því hversu mikið þú ætlar að sína utan á þér hvað þú átt nú við Íslendingar við erum svo ógeðslega fyndin þjóð við þráum svo einhvers konar athygli
og hér á Íslandi er fólk voðalega mikið í svona fínni fötum og fínni bílum og á fínni hluti og allir sömu hlutina líka alltaf. En þar sem ég bjó í Brighton á mínum námsárum, það bara alveg svart og hvitt, það allt öðruvísi samfélag. Þar eru normin, bara það sem eðlilegt, þetta ekki normal að gera, allt öðruvísi heldur en hérna. Ég átti ákveðin föt sem ég kalla Íslandsfötin sem ég tók með mér heim þegar ég var að fara í jólafrí og svona. Þetta ekki höfuð í úti. Wow. Já. Og þetta var á þessum árum sem að uppgangurum var hvað mestur hérna á Íslandi og vinkonum mína voru farnar að fleia platinum kortunum bara inn á mitt borð og köpa sér skilur. Og ég fátt ekki námsmaðurinn að rannsaka efnishyggju. Ég þótti alveg bilaðislega skrítin manneskja. Já, en það þykir það sennilega ekki í dag, ekki hvað þetta var. Nei, síðan 2005 áramótin 2005-06 þá ég að flytja heim og byrja að kenna námskeiði neyslusálfræði 2006. Þar sem ég að kenna þessa hluti sem sagt, hvernig við hugsum peninga, hvernig við hugsum efnislega hluti, af hverju við hugsum efnislega hluti eins og við gerum, hvernig auglýsingamennska og svona ytra áreiti getur haft áhrif á hvernig okkur líður. Og líkamsmynd okkar til dæmis sem að var alltaf rosalega svona kvenlægt efni en núna orðið svona minna kynjað. Líkamsmynd karla líka orðin vandamál. Herjað á okkur líka. Já. Ég kallaði stundu David Beckham áhrifin. Þegar hann fór að sitja fyrir á Absolutt vodka var það ekki, eitthvað svo leiðis? Já, var ekki Calvin Klein. Já, þetta er einhver ástæð fyrir að ég man eftir því sérstaklega. Nei, þegar hann fór allt í að fara úr og ofan, sko, þá var farið að hlutgera karlmannslíkamann á sama hátt og var búið að gera við kvenmannslíkamann öll þessi árhundruð, sko. Þannig að allt þetta er hluti af sálfræði neyslu samfélaga. Hvernig hlutir hafa áhrif á okkur, af hverju við kaupum okkur hluti, alveg yfir í kaupáráttu og svona hoarding sem svo merkilegt, svona söfnunar árátta. Og þetta var fyrst þegar ég byrjaði að kenna þetta var svona svo ég sletti pínu mind-blowing fyrir nemendur að sjá þessa hlið á sálfræðinni. Trúi því. En þetta er orðin svona, það er náttúrulega búið að tala svo miklu meira þetta síðan þá. Og hrunið það hristi upp í okkur öllum aðeins að velta því fyrir okkur hvernig við lítum á nýríkt fólk sem fyrirmyndir í hegðun og hvernig þau gátu búið til einhver norm, svona samfélagslega norm eða viðmið hvað væri eðlilegt. Og mér fannst þetta svo fyndið þegar Íslendingar voru í svo nýríkadóti og sagaklass business class, alltaf stærri hlutin af vélinni heldur en sko hitt. Og ég var að fljúga heim sko, kannski frá Gatwick eða Heathrow. Sko, hugmyndi bak við sagaklass eða business class er á sitt fljótari að tekka þinn. Okay? Þannig að þú farir bara fyrir, þú fljótar ég heyri hvert þetta er að fara. Röðin í tjekkinu var alltaf lengri, skilurðu. Af hverju? Vegna þess að fólk vildi ekki láta sjá sig sko, lifandi í hinni röðinni ef það var með business class kort. Og þetta er svo yndislega krútlega íslenskt að að þarna þetta er svona hluti af svona status, svona show off sko. Bara þótt að þessi röð sé 200 manns, þá ætla ég að bíða hér. Þetta bara, þú veist, observation range mann sem fylgist svona kannski í og yfir meðalagi með íslensku samfélagi. Mér fannst þetta ganga tilbaka að einhverju leyti. Eftir hrun þá varð efnishyggjan minni, við vorum svona nægjusamari og svo leiðis. Kannski af illri nauðsyn að því við áttum eitthvað peninga, það þú veist, miklu minna peningum. En í dag upplifi ég að þetta sé svolítið á í vexti, að við séum að sjá sko, það er sko, glysgirni er orðin meiri. Er ég að lesa samfélagi kolrámt eða er þetta svona, þú veist, tónlistamenn eru mjög mikið að syngja hvað eru rókslega ríkir en ekki að spila á sko, rafmagnsgítar með sellóboga eins og þið voru í gömlu góðu daga. Já, sko hefur þið rámt fyrir þér? Nei, já og nei, vegna þess að þrátt fyrir það að efnishyggjan árum áður hafi getað hjálpað okkur að spá fyrir alls konar hegðun, það þýðir ekki að efnishyggjan hafi verið útbreitt gildismat.
Ok. Þannig að þótt að það tengist einhverju, það þýðir ekki allir síðan. Rannsóknir mínar og annara á gildismati okkar sína þvert á móti að Íslendingar voru ekki droslega efniseignir. Á þessum fyrirframsögum? Á þessum árum. Lífsgildi eru alltaf mælt þannig að það er alltaf erfitt kannski að lýsa þessu í útvarpi, kemi sjónvarp sér betur. Já, en ef maður sér fyrir þér svona eins og lukkuhjól eða hring sem búið að skipta upp í nokkrar svona kökur, þá erum við með ólík lífsgildi sem að raðast á þennan hring. Þau lífsgildi sem eru andstæð sitt hvort megin á hringnum, þau í rauninni eru þau lífsgildi sem við getum með erfileikum einhvern veginn svona getum ekki samrýmt þau. Já, við erum ólíklega til þess að hafa þau bæði samtímis. Vegna þess að þetta reikna út þannig að þú ert með langa spurningalista og þú ert sammála eða ósammála okkur atriðum og það er þannig að á hringnum ef þú ert sammála þeim gildum sem eru hægra megin, þá ertu ósammála þeim sem eru vinstra megin. Og þessar rannsóknir, þetta er eins og öllu byggðu bóli. Það er maður til dæmis Shalom Schwartz sem að ég vinni aðeins með, sem er búin að sýna fram á þetta í, ég man ekki hver mörgum löndum, og þetta virðist vera alltaf eins. Og þau lífsgildi sem eru gagnstæð og andstæð við efnishyggjuna eru svona universalism, benevolism, lífsgildi þar sem við erum að hugsa velferð annara, hnattarins og svo framvegis. Þar eru flestir Íslendingar. Við erum langflest sammála því. En þá veltum maður fyrir sér, býttu, en akkur vorum við þá að hafa okkur eins og við værum bara hinum megin. Það eru margar ástæður fyrir því. Vegna þess að lífsgildi er svolítið eins og einhver óskalisti við hvernig við myndum vilja hafa lífið. Hegðunin ræðist eins og meira af umhverfinu okkar. Ég skil. Þannig að þótt að eitt sé að gerast í kollinum á okkur og okkur langi til þess að geta lifa lífinu á einhvern ákveðin hátt, þá er ekki víst að umhverju bjóða upp á það. Svo er hitt. Það er auðvelt að manipulera okkur með því að segja okkur, já, það sem er mikilvægast fyrir þig er fjölskyldan þín. Keyptu þetta handinni. Það sem er mikilvægast fyrir barnið þitt er að eiga eftirfarandi. Já. Gefðu því það. Já, og þú náttúrulega viljandi vera svona konformist eða reynir að fylgja hópnum. Syndum ekki mikið á móti straumnum. Syndir ekki sérstaklega mikið á móti straumnum líka vegna þess að þá þarf það fyrir system 2 hugsun, það er alltaf flókið. Það er erfitt, já. Þannig að þá gerur fyrir fjölskyldan og börnin og samfélagið eins og þú telur að sér réttast að gera hverju sinni. Og svo ég sletta enn einsni, can't blame them, svona er samfélagið, en það er gott samt að skilja það, hvernig þetta virkar. Áður að maður ætlar að reyna að breyta einhverju og ég vil ekki að við sem ekki að benda á að einstaklingur Nei, þetta er bara almenn sælis. En þetta hlýtur að valda fólki vanlíðan. Þegar gildismati og hegðunin fara ekki saman. Það er einmitt til rannsóknar á þessu, þar sem eru ósamrýmanleg gildi. Fólki líður verð í aðstæðum sem að þeim finnst það ekki passa sérstaklega vel inn í. Og það á bæði við hvort við erum að tala gildismat eða svona samfélagslega viðmið eða norm. Og hluti af þessu er skýringin að okkur við upplifum til dæmis kultúrsjokk. Þegar okkur finnst við vera bara eins og Ýmist þegar við förum inn í til mjög framandi landa eða inn í hópa, bara menningar, samfélagshópa í sama landi, í sömu borg, í sömu götu sem við tengjum ekki við. Hugsun okkar passar ekki inn og við erum ekki með handritaði hvernig við erum að hafa okkur á þessu nýja stað og finnst okkur við vera svona rulebreaker eða svona einhvern veginn ekki alveg það er mjög óþægileg staða að vera í. Og maður kveikir á þessu svona, maður veit leið þegar maður er einhvern veginn fiskur á þurru landi. Og ákvað þetta er áhugaverð. Og það er ofta, þegar ég nota þetta dæmi kultúrsjokki, þá fyrst fattar fólk hvað það er í rauninni, hvað það litast af normum þess samfélags sem það er í. Vegna þess að það er yfirleitt þannig að þegar maður snýr blaðinu við, þegar maður brýtur reglurnar, þessar samfélagslegu reglur, þá fyrst fattar maður hvað maður stjórnaðist mikið af þeim. Eins og bara, til dæmis að ætlar að fara inn í lyftu, algjörlega automatist er að það eru 2 manneskjur í stóri lyftu, þú stendur ekki alveg ofan í hinni manneskunni. Nei, langt frá þeim og þú getur. Já, fullt á óskrifuðum reglum og leið þú brýtur þessa reglu, þá fattar þau, hér var eitthvað social norm, þetta var eitthvað
einhver óskrifa regla að það eru milljón svona óskrifa regla hvernig við hefum að hafa okkur í kringum peninga, í kringum hluti í samfélagum. Gott dæmi þetta, dæmi sem að hefur borið á góma hér eru svona alls konar hefðir sem ganga svona, ef maður horfir á það úr 30.000 vetum mikið út á það að eyða peningum eins og jólin. Já. Það hefur verið komið inn á það í þessu þáttum að við erum og þú hefur þú komst inn á þetta hvort það var í viðtali sem að tekið við einmitt að við séum að gefa bara fullkomin óþarfa. Oft og auðvitað er fullt af fólki sem er orðið mjög meðvitað þetta hvaða áhrif neyslan okkar hefur á loftslagsmál og það fólk passa sig á að gefa ekki óþarfa en aðrir með kannski hjarta á réttum stað vilja gleðja sína nánustu og kaupir eitthvað sem að viðkomandi setur sig kannski hann í geymslu og mun aldrei þurfa að nota og engan langar til þess að vera bara haha, nú ætla ég að drekka jörðinni hér í gróðurs og lofttegundum en þetta er bara svona hluti af einhverju venju og fólk soldið fyrir færibanda hegðun og þetta veldur okkur líka vanlíðan þegar við þurfum að finna gjöf fyrir þann sem á allt. Já, það getur orðið mjög erfitt, Af því eins og þú segir, við viljum ekki fara á móti þessum normum og gildum sem samfélagi setur. Ég náttúrulega orðin svo skrítin með árunum örglega inn í þessu neyslusamfélagi. Ég gef algjörlega kynróðalaust gjafir frá UNICEF og gjöf sem gefur og það var ótrúlega góðar auglýsingar núna um jólin, bara hvað fékkst í jólagjöfu fyrir það? Geit. Já, ég veit ekki hvort ég játa það hérna núna þegar bara í byrjun febrúar, ég er ekki viss ég geti talið upp allt sem ég fekk í jólagjöf bara fyrir mánuði. Já, ég fekk nokkra mjög góða bækur. Það er alltaf nokkra bækur sem ég beðum. Já, en þetta er svona setur þetta í samhengi. En í þessu er einmitt svona þannig verið að setja upp alls konar pælingar fá okkur til að skilja við peningan okkar. Já. Og því þú komst inn á í upphafi þessi hvernig við getum varið okkur, hvernig við getum orðið auglýsingalæs og markaðslæs. Það eru svona hann sagði það, ég held að það hafi verið Þórarinn Ævarsson þegar ég talaði við hann að það tíðkast bara hjá að kaupa lager af hlutum verðleggjan á einhverju verði og vita það að þú munt ekki selja neitt á honum. Hvers vegna er þetta gert? Hver er pælingin á bakvið þetta? Ef þetta er græða peninga. Já, en það er bara hlutur að segja. Það fer eftir hvernig verið úr með hvort þú átt að auglýsa afslætti eða hvort þú átt bara reynilega tvöfalda verðið. Já. Til þess að láta hana verðast vera verðmætari og þar að leiðandi eftirsóttari og þá ertu að höfða til ákveðins hóps fólks. Og það er búið að gera rannsóknir með þetta að við Íslendinga til dæmis ef að þú stillir upp tveimur kollegi minn hann heitir Valdimár og er upp í HR við erum ekkert mörg á Íslandi sem hefur verið að gera svona rannsóknir en hann hefur verið að gera þetta og ég vona að ég fara nú rétt með hann startu bara kalli hann sjálfan hann gerði held ég doktorsrannsókninni sinni samanbyrð á Íslandi og einhver annari þjóð og stilt upp tveimur algjörlega sambarilegum sjampóum með sambarilega eiginleika og þetta er á Íslandi fyrir hrun í uppganginum öllum og Íslendingar völdi alltaf það sem var dýrara en í öðrum þjóðum veldi það sem var ódýrara út af því að það myndi hinn hagsýni rökgræni maður gera, ekki satt við Íslendingar við sprengjum þetta mót við erum engan veginn homo economicus vegna þess að við förum í einhvers konar socially acceptable varning við erum ekki alltaf að reyna að spara við erum að reyna að hámarka einhvern annan ábata heldur en endilega akkurat sem er það stöðu ábatin sjáðu hvað ég keypti dýrt já, sérðu, ég hef verið á þessu þannig að ef þú vilt selja einhver ákveðna Ítalavasa eða hvað þetta er sem allir er að safna það var fínt að bara tvöfalda verðið á því það er alveg pottið með ákveðin hópur sem er líklegri til að kaupa erum við ekki er það bara mýta við svo kallar þetta special edition og þá hafa mál dögt númer 1 af 70 þetta er alveg rosalega en erum við svona órökrétt
erum við mannskepnan, erum við bara að blekkja okkur þegar við teljum okkur trúum að séum rökkur? Eins og ég, sko, þessi motivated tactician, stundum erum við rosalega óregrétt og stundum ekki. Já. Og það fer mjög mikið eftir aðstæðum, það fer eftir umhverfinu sem kom úr og umhverfinu sem ákvörðin á sér stað innan. Þess að ef þú ert til dæmis í einhverjum vinahópi sem að býr til ákveðin norm, þá ertu líklegur til þess að reyna að fylgja því normi og hversu óregrétt sem það kann að vera. En síðan annað, það mjög velt að hafa áhrif á til dæmis hvernig við sjáum, sko 1000 kall ekki það sem 1000 kall eftir hvernig þú stillir honum upp. Okay. Þannig að ef að ég gef þér 1000 kall og kalla þetta bónus, þá ertu líklegri til þess að fara að eyða 1000 kallinu. Windfall peningar. Já, en ef ég myndi kalla þetta endurgreiðslu, þá setur hann bara sparar hann. Þannig að þú kemur alltaf verið þessi fram við sama hlut eða sömu upphæð eftir því í hvaða ramma hvað heitir? Framing, tala um framing eða anchoring. Þetta vá. Það er mjög mikil áhrif á hvernig við hausum hlutina. Og síðan í þessari stöðu, sko, svona lítil samfélag eins og Ísland, við erum svona eins og þorp. Sko, og allir þekki alla. Allir þekki alla. Svona 1 degree of separation eins og einhver kallaði það. Við erum alltaf einhvern veginn, við erum í meiri samanburði við náungan heldur en í svona stærri samfélagum. Við hverfum ekki beint í fjöldan, við Íslendingar. Við erum alltaf í kringum fólk sem þekkir okkur. Já, það er fínt fyrir okkur félagsfælna fólki núna að geta verið með grín. En það er annað mál. Býtum við, hvert þarf ég að fara? Við erum eins og þorp, Ísland. Já, en status kaupin okkar eru kannski algengari heldur en í mörgum öðrum þjóðum, en það var nú samt ekki punktur sem ég ætlaði að fara inn. Ja, hann kemur fyrir en síðar. Já. Þú bara beigir beintina þegar þú mæst það. Já, þegar hann kemur aftur. En að því þú kemur inn á þetta umhverfi og ég velti fyrir mér hvort það umhverfi mót okkur sko, ekki bara sko, punktumhverfi sem við erum í akkurat núna, heldur líka það umhverfi sem við sko, bæði kannski teljum okkur tilheyra og líka bara það sem við komum úr, eins og gott dæmi og mér finnst alltaf svo ósangjant svo staða sem ungt fólk í þegar það búið að vera fyrstu 25 ára ævinar margt hvert í námi með nánast engar tekjur og þú veist, segi það því þú veist, sumartekjur og allt þetta, námslán, þú veist, þú kemst af og svona, en þú ert alltaf að þú umgengst peninga alltaf sem sko alveg svona rosalega fágætavöru og þú átt rosalega lítið þeim. En svo þegar þú kemur inn á vinnumarkað og ferð að hafa almennilega tekjur, þá ertu víraður inn í það að þú kannt ekki að fara með peninga, þú kannt ekki að fara með einhverja stærri upphæð, þú kannt ekki að spara, þú kannt ekki að leggja fyrir og þú þarft að beita þig mjög hörðu til þess að fara úr þessu umhverfi að peningarnir bara koma og svo fara þér leið. Er þetta eitthvað sem að hefur verið og líka fólk sem elst upp í mikilli fátækt? Hvernig það horfir á peninga? Það er alveg sér kapitúli, sko. Fátækt er umræðilegt ástand og það er svo merkilegt að einhverjum datt í hug alveg að rannsaka og komast þessari niðurstöðu þyrfti rannsókn til að sýna fram á að fátækt er umræðilegt ástand en allavega mjög áhugavert sko þarna notaður orðalagi að þurfa að beita sjálfan sig hörku þetta er nefnilega, þetta er svo merkilegt í svona einstaklingshyggju samfélagum hvernig við erum alltaf að beita okkur sjálf hörku er hægt að nota einhvers konar utanaðkomandi aðhald, utanaðkomandi ramma. Á sínum tíma var til skyldusparnaður. Sko það er svo ýmislegt annað sem er hægt að nota, sem er utanum við einhvers konar sjálfsaga mannsins eða einstaklingsins sem er þú veist það er alls konar tækja tól, svona nippingar sem er hægt að nota til þess að hjálpa fólki að leggja fyrir. Það þarf ekki alltaf bara sjálfsagan og hörkuna. Svo við erum alltaf við erum alltaf í megrun, við erum alltaf einhvern veginn að reyna að fara oftar í ræktina og núna eigum við líka að spara og svo eigum við líka að vera ánæðri með okkur sjálf og með líkansmynd og þurfum að vera núvituð og þetta er orðið flókið. Þetta er orðið flókið. Og á sama tíma þurfum við bæði að vera self-compassionate og beita okkur hörku til þess að vera meira self-compassionate. Þannig að ég mæli með því að fólk búi sér til utanaðkomandi aga sem sagt í staðin fyrir að vera alltaf með svipin á sjálfum sér búa sér til
sparnaðarráð inn í appi, búa sér til eitthvað hérna sem að það eru til eitthvað svona sjálfvirka greiðslur. Já, þannig að allar greiðslur eru hækkaðar upp í næsta 1000 kall eitthvað svo leiðis og það fyrir sparnaðarreikning. Nota öll þessi tækjatól. Og er þetta, sko, er það auðveldara að taka einu sinni ákvörðun að gera svona hlut og svo bara sjálfvirkjast hann? Já, svo tekur ekki eftir. Svo tekur ekki eftir? Nei. Þetta er mjög áhuga. Vegna þess að eins og áðan, ég var hérna bjóða þér 1000 kall í bónus eða 1000 kall í endurgreiðslu, sko ef þetta er bara 1000 kall sparnað og þú bjóst til þess að sjálfvirku greiðslu fyrir einhverjum mánuðum síðan, þá ertu líklega til þess að hætta að taka eftir þessum peningum. Algjörlega. En hérna, fólk líka svona bara reyna að minna sig á að tískuvarningur er hérna orðin úreltur líklega á næsta ári, sumt eftir 2 ár, þannig að ef þér finnst að vera lífsnauðsyn, þá think again. Það endur skoða eitthvað. Nei, það er, ef að þú heldur þetta sem mjög mikilvægur hlutur, þá er það út af því að einhver sagði þér það. Já. Það er verið að beita þig alls konar brögðum og töfrum og það er ekkert mál að gera það. Nei. Hvað getum við gert? Og ekki endilega bara sem einstaklingar, heldur svona kollektíft. Hvað getum við gert til að sporna við? Sko, markaðurinn er svo fljótur að koma með nýjar hérna, lausnir til þess að auglýsa hlutina. Þannig að leiða að búa til einhverjar reglugerðir sko, til dæmis bann með auglýsingum fyrir börn, nú þá er þetta bara að koma með allt öðru í þessi markaðssetningu og auglýsingar. En ég held að við þurfum, eins og ég sagði held ég í upphafi, að vera meðvituð það að fjármálalæsi er auglýsinga og markaðslæsi og byrja bara snemma að ræða þetta við börnin. Og það að það er sérstaklega verið að manipulera börn með því að svona, það er alltaf verið að snúa nýtnum í sárinu, það er alltaf verið að pota í veikasta punktin og veikasti punkturinn hjá krökkum er vinir og vinsældur og fallin í hópin. Já. Og hérna þessna ef þú horfir á auglýsingar sem eru sérsniðnar af börnum að fjalla allar vinsældir og vini og krakkinn sem á einhvern ákveðin hlut, það er allir, þú veist, krakkarnir í kring og svo glaðir og þú ert center of attention og allt það. Já. Þannig að ef maður byrja bara mjög snemma að gera krakkana meðvitað það hvernig verið að reyna að gabba þau þarna, sko. Þetta er útrúlega mikið svona sjálfsmyndardæmi líka. Að sjálfsögðu, það er verið að reyna að gera þau ósáttan við sjálfa þig. Sátt mannski að kaupa sér ekki neitt mannstu. Nei, alveg rétt. Ég held að við höfum sagt það hérna. Þannig að ef að þú byrjar á þessu þegar þú ert mjög ungur og byrjar á því að hamra á því að hérna til þess að verða vinsælli fallegri og allt það og þurfur ákveðna hluti þá náttúrulega er þetta að búa til viðskiptavin fyrir lífstíð. Hérna, og það er í Bandaríkjunum sérstaklega, það eru heilu ráðstefnunar haldnar þar sem er verið að fjalla það hvernig er hægt að fá börn from cradle to grave, hvernig er hægt að fá börn til þess að vera viðskiptavinir tiltekins vörumerkis bara strax frá vöggu til grafar. Út af því að við erum svo hérna vanaföst, ef við venjumst á að kaupa ákveðna hluti, þá höldum við áfram að gera það. Þetta er sem hérna seríósauglýsingar að ganga út að núna og þú hafi verið að borða seríós frá 1992, frá þau varst barn og svo framvegis. Þannig að vera að höfða til nostalgíunar. Þetta er allt sem hann hérna útpælt sko. Já, og ekki tilviljun. Og hérna það er til hérna The Nag Factor ráðstefnir í Bandaríkjunum, þar sem að fræðimenn er að skiptast á rannsóknum og hérna greinum það hvernig geta fengið börn til þess að tuða meira í foreldrunum. Já. Tuðþátturinn, Nag Factor. Þetta er ótrúlegt. Eru einhverjir að vinna gegn þessu? Ég? Þú ert að vinna ekki, það er nokkuð ljóð. Já. En eru einhver dæmi til dæmis á Íslandi og það einhver fyrirtæki hafi bara svona, heyrðu, ég er ekki alveg til í þetta. Ég ætla að reyna að minnka þetta, bara eins og nákvæmlega þetta. Já, en þú mátt heldur ekki fara að ganga á sko þá ágóða eða hérna gróða þinna hlut að hafa og svo framvegis. Þannig að þetta er rosalega fín lína sem þeir að fara. En þetta er einmitt eitt af því sem verður eiginlega sko, til þess að hérna draga úr öllum umfram kaupum sem eru bara að fara að gera plánetinni illt. Það verður að stiga fastar á bremsunum með þetta, það er bara þannig. En það er fullt af fyrirtækjum sem er að reyna að setja sér upp hérna samfélagslega hérna svona góða stefnu. Já.
vitaskuld, það til, en þar er líka fólk sem vinnur við að selja varning til þess að geta borga reikningana og keypt föt og börnin sín og svo framvegis. Þannig að þetta svolítið fín lína. Þú kemur svona kannski í blá lokin, þú kemur inn á þetta með börnin, hvernig að það lengi býra fyrstu gerð og allt það. Hvað, ef einhver nýbaka foreldri eða foreldri með 2-3 ára barn er að hlusta á þetta og hugsa, hvernig, þetta er eitthvað sem ég tek til mín, þetta er eitthvað sem ég vil gera barni mitt gott í. Hvar getur það að leita sér þekkingar? Hvað á það að gera? Hvernig getur það að hegða sér í þessu? Er þetta kannski, við erum kannski komin inn í barnasálfræði út fyrir þitt svið í þessu, eða hvernig? Já, ég rek upp stóra augu við spurningunni en hvert getur það leitað vegna þess að Já, í fræði eða þekkingu eða eitthvað. Kannski byrja að sjálfu sér, veltaði fyrir sér af hverju kaupi ég það sem ég kaupi og hvaða fordæmi er ég fyrir börnum mín, af hverju er ég að kaupa þessa hlutin ekki hinna hlutina, til hvers þarf ég þetta allt saman. En síðan er nú oft þannig að krakkarnir eru betri kennari heldur en þeir fullorðnu og þau eiga til einmitt að benda foreldrunum á bara af hverju er þetta þessu, til hvers þarftu þetta. Þetta er saga sem flestir hafa heyrt fjallar keisara og föt. Jú, en við erum náttúrulega, við erum bara afsprengi okkar sögu líka, við Íslendingar, við erum komin frá úr mikilli fátækt og höftum og margt af því sem við erum að gera er ennþá bara litast hreinlega af því hvernig eiginlega við lifðum áður fyrr. Og svo kynslóð fram að kynslóð einhvern veginn, þá verða til einhverja venjur, einhverja hefðir, eins og ég held að það sér íslenskt að fá sér bjór í leifstöð þótt að klukkan séð 5:30 á morgni. Á miðvikudegi. Á miðvikudegi, en það er bara út af því að einu sinni var bara til bjór í á flugvellinum og Íslendingar gerði þetta að einhvers konar hátíðstund og svo bara einhvern veginn halda kynslóðnar áfram að gera þetta og það geti keypt bjór út í ríki. Þetta er svo fyndið hvernig við einhvern veginn tökum einhverja venjur og hefðir upp á upp á arminn. Þetta er búið að vera mjög fróðlegt og áhugavert og ég held að við getum haldið áfram mjög lengi 13 vikur. Já, þetta er lítill 13 vikna kúrs en Ragna Benedikta, takk kærlega fyrir spjallið. Þetta er búið að vera mjög fróðlegt. Já, fínu var áður. Ég bara hvet fólk til að kynna sér það sem þú hefur verið að segja ef það vill læra meir þetta og fylgjast með sjónvarpsþáttum eða ekki sem er að fara í gang. Já, fyrir þá sem hafa áhuga á því hvað geta gert í loftslagsmálunum þá er að fara af stað núna þættir á RÚV, hvað getum við gert sem er svona sjálfstætt framhald af þáttunum hvað þau hefur gert. Ég kem eitthvað aðeins við sögu þar. Takk kærlega fyrir komuna og ef þú kæri hlustandi lumar á áhugaverðir sögu heimilisfjármál eða vilt spyrja spurninga eða benda á góðan viðmælanda fyrir þátti máttu endilega hafa samband við okkur á Facebook síðan í Leitin að pengum. Takk kærlega.